Benedikt, ekki þægilegt að koma á gamla heimavöllinn hérna og klára þetta svona örugglega? Já, ég heit Davíð marga gamla heimavölli maður. Jú. En ég get ekki sagt að sé eitthvað ekstra gaman eða eitthvað svoleiðis. Þetta er bara 2 stig sem við vorum að keppa hérna fyrir. Við reyna að ná í og bara ánægð með að við náðum þessum 2 stigum. Júla, þú finnst framlag mjög mörgum áttum að það var sóknarlega í þessu leik, varnarlega líka svona eftir að fóra að líða leikinn. Agravanus flottur, Geks, Dukuru frábær, þú veist, allt að gera hjá okkur. Já, ég er sérstaklega ánægður með strákana sem að koma á bekknum og því að byrjunarliðið var hérna ekki að sigra heiminn hérna í byrjunarleiks né í byrjun seinni hálfleiks. En strákarnir sem koma á bekknum eiga stóran þátt í að hafa snúið þessu við og ég vona við þurfum ekki að fara að gera þetta reglulega, að fara að taka hérna leikli eftir 4 mínútur og hvað þá 2 eftir 4 og annað eftir 5. Þannig að hérna byrjunarliðið þarf að byrja þessa hálfleika töluvert sterkar. En bekkurinn stóð sér frábærlega að koma og snúa þessu við svona einhverju leyti. Já, ég segur hérna í kvöld haldið pressuna á Stjörnunni sem er í efsta sætinu í deildinni eins og er akkurat núna. Hvað máli skipta svona sigrar og þú veist, svona jafnir fyrir? Við erum bara að hugsa okkur sko, bara fyrst og fremst að fá frammistöðu, safna stigum, svo sko, skoða maður töfluna svona annars lagi bara, þú veist, hvað er í kringum okkur og svona, en ekkert að pæla í Stjörnunni eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þau eru bara, þú veist, þessi deild er bara orðin þannig að það er bara orðið erfitt að vinna hvern einasta leik. Og þú veist, það er engin sigur gefins og þú verður bara að byrja að tryggja í úrslitakeppni, reyna að tryggja heimavallarréttinn og reyna bara að gera allt sem hún getur sko. Þannig að já, þetta snýst ekkert um að halda press á Stjörnunni eða eitthvað. Við verðum bara að hugsa okkur og reyna að spila vel, bæta okkur, vera betri í því sem við erum að gera og safna stigum sko. Kærar þakkir Benedikt og gangi ykkur vel. Takk fyrir það.